Gunnar, svona þín fyrstu viðbrögð á þessum leik í kvöld? Ég vonsvikið þegar við vorum inn í leiknum og fannst við vera að spila, vorum að spila mjög góða vörn og Basti er góður fyrir aftan en við gerum of mikið af tæknimistökum og Stebbi kemur inn í markið og ver allt of mikið af mínum mati. Þó þessi góður. Já, hann náttúrulega stekkur hann inn núna bara alveg út úr peppar og vera gjörsamlega annarkvæmt bolta. Já, hann er náttúrulega hörkumarkmaður, það er ekki spurningu það, en við erum samt að komast í það góð færi að við eigum að vera skynsamari og setja hann fram hjá þeim. En öðru leyti þá er ég nokkuð ánægður með leikinn, það var góð barátta og góður andi í liðinu og við lendum hérna í byrjun seinni hálfleik svolítið seinefnir að fá tvöfalda brottvísun og fjórir, það dró svolítið úr okkur tennurnar. Og sóknarleikurinn hann verður svona stirðari fyrir vikið í seinni hálfleik en við erum samt sem ára að skapa okkur fullt af færum. Og já, það eru 2 umferðir eftir og þið eru væntanlega svona með annan huga náttúrulega umspilsætið, þið eru náttúrulega konum með það örugt og já, er ykkur ekki nokkuð veginn sama hverju þið mætið? Ég held að liggi nú nokkuð ljóst fyrir hverju við mætum en og þetta er búið að vera náttúrulega okkar staða síðan í nóvember í raun og veru. Þú veist, leið og þetta deild er þannig að þú mátt ekki tapa nema 3 leikjum og þá ertu úr séns í fyrsta sætinu og þá býður þín bara umspil í apríl og vinna með að reyna að verða betri þangað til og það er það bara sem við höfum verið að gera og mér finnst að sjá framfarir í liðinu núna. Við erum beittar í vörninni og þannig að við erum vonandi á réttri leið inn í apríl. Nú er ég að spyrja einu spurningu, hefur ykkur tímann náð að tefla fram þínu allra sterkasta liði því að þú ert nú ekki svo heppnasti þegar kemur að meiðslum? Við erum enda nú búin að vera mjög seinheppnir en í dag eru nánast allir klárir þannig að en þetta hefur tekið tíma og tímabili voru ansi margir úti en þannig að þeir menn eru að koma hægt og rólega inn og bara vona að þeir haldist heilir. Nú ertu með svolítið ungt lið í höndunum og já, það virðist sem að hver ungi maðurinn að fæta öðrum svona getur stíð upp í leikjum. Já, það er náttúrulega ótrúlega uppbyggingarstarfsemi hérna og handboltaakademían hefur náttúrulega verið að gera eins og allir vita frábært starf og en það er mikilvægt að koma liðinu einu skrefi ofar og efsta deildin er þar til þess að bæði að halda þessum leikmönnum og eins og fá alla þessar selfissingar sem eru að spila í öllum hinum liðunum og fá þá tilbaka. Þannig að, og þá kannski sjáum við líka í stúkunni jafnvel gömlu góðu Mjaltavélina sem var hérna á sínu tíma? Já, það geti kveikt í því en það var aftur með fengu og vorum að fá mjög góðan stuðning hérna í kvöld þannig að það var gaman að sjá en það mættu alveg fleiri leggja leið sína hérna í húsið og sjá leikina hjá okkur því að ég veit að það er margt að gerast á Selfossi en það hlýtur að vera ástæða til að fara að horfa á eitt góðan handboltaleik. Svona rétt í restina Grótta, myndirðu segja að það sé búið að vera svona yfirburðalið þannig séð ef eitthvað lið er tekið af fyrstu Já, þeir eru náttúrulega búin að vera mjög stöðugir, það er nú bara þannig og þetta var náttúrulega gríðarlegur pressuleikur fyrir þá að klára þennan leik, þeir þurfa reyndar að koma hérna aftur á næsta föstudag móti Mílunni og ég meina ef þeir klára hana þá eru þeir í efsta sæti en þeir hafa sýnt bara mjög mikið stöðuleika og verið að vinna vel í sínum málum með fullt af hæfileikaríkum leikmönnum, ungum leikmönnum líka og þannig að þeir eru bara hróskili fyrir veturinn. Rétt í lokin fyrir umspilsleikina, það óttu náttúrulega einn leikmann í Mílan sem skorar endalaust mörk, Örn Þrastásson, er hafið í huga jafnvel að kalla hann baka úr láni fyrir umspilsleikina? Já, það er nú þó við gjarnan vildum og þá er sá frestur heldur runninn út þannig að hann verður fastur þar Bestu þakki Gunnar, gangi ykkur vel. Sömuleiðis, takk.